Ég heiti Kristín Heba og fundarstjóri hérna í dag, en við ætlum að kynna niðurstöðu tveggja rannsókna sem voru unnar hjá Vörðu núna í sumar, sem að varða báðar hérna stöðu ungs fólks sem utan vinnumarkaðar og náms eða skóla. Fyrst verða kynntar niðurstöður hérna rannsókna þar sem var verið að hérna skoða gögn frá Hagstofu Íslands þar sem bara með raungögn fjölda í þessum hóp og bakgrunn hans, og þetta rannsókn sem var styrkt af Þróunarsjóði innflytjendamála. Síðan kynnum við einnig niðurstöður annarrar rannsókna sem var rýnihóparannsókn, þar sem var tekið viðtal við 5 konur af erlendum uppruna sem hafa allar reynslu af því að standa utan vinnumarkaðar og skóla. Og sú rannsókn var styrkt af Jafnréttissjóði Íslands. Fundurinn túlkaður yfir á ensku á C-rás, og það hægt að komast inn á túlkarásina með því að velja hnöttinn neðst í horninu og þá komast inn á rás þar sem Saga Kjartansdóttir, túlkur og þýðandi hjá Alþýðusambandi Íslands, sér taltúlkunina. En það hún Adda Guðrún Gylfadóttir, félagsfræðingur, sem mun kynna niðurstöðunar og hún var að starfa hjá Vörðu í sumar en núna komin í framhaldsnám út í Bretlandi og tala við okkur þaðan, og að hennar erindi loknu þá gefst tækifæri á að spyrja spurninga og þá hvoru tveggja hægt að rétta upp hönd og biðja orðið, en svo einnig hægt að skrifa spurningar inn í chatboxið. Þegar að kynningunni lokið að þá verða skýrslunar báðar, varðandi báðar rannsóknar aðgengilegar á heimasíðu Vörðu ranvin.is, og ég hvet ykkur til að skoða þær þar sem fara ítarlega yfir þessar niðurstöður. En núna bara býð ég Öddu Guðrúnu velkomna og býð henni að hefja kynninguna. Gjörðu svo vel, Adda Guðrún. Takk fyrir. Já, sem sagt, eins og við komum fram, þá heiti ég Adda Guðrún, en ef við byrjum þetta bara, þá vísar sem sagt NEET-hópurinn til ungmenna og við göngum út frá skilgreiningunni 16-24 ára í þessari rannsókn sem standa utan vinnumarkaðar og skóla. Sem sagt, já. Látum okkur sjá. En af hverju erum við að skoða sérstaklega ungmenni með erlenda bakgrunn? Það vegna þess að fjöldi rannsókna hafa einfaldlega sýnt fram á undirskipan fólks með erlendan bakgrunn í nútíma samfélögum, og það sem lýsir kannski best að segja að það eru ólík tækifæri sem bjóðast fólki með erlenda bakgrunn og innfættum, og það á líka við á Íslandi. En svona sérstaklega með NEET-hópinn þá benda niðurstöður fyrir rannsókna til þess að sá hópur sé útsettari gagnvart því að lenda í NEET-hópnum en aðrir. Og ef við skoðum bara aðeins hvað þetta raunverulega stór hópur, að oft heldur fólk að þetta sé bara einhverjir örfáir, en ef við skoðum dreifinguna á Íslandi fyrir árið 2020, þá sjáum við að þau sem með engan erlenda bakgrunn, eða sem sagt bara fædd á Íslandi, ekki með báða íslenska foreldra og svo framvegis, að það 85,6%. En til samanburðar þá eru þau sem eru fædd á Íslandi með erlendan bakgrunn 7,7%, fædd erlendis með annað foreldri erlend 3,1%, og svo eru 3,7% innflytjendur. Og þetta fyrir aldurinn 16-24 ára. Þannig að sjáum að þetta töluverður fjöldi af fólki. En markmiðið með þessari rannsókn var að kortleggja stöðu og bakgrunn NEET-ungmenna með erlenda bakgrunn, og líka að leggja mat á hvaða bakgrunnsþættir hafa tengsl við stöðu og virkni ungmenna. Þannig rannsóknin byggir á skráargögnum frá Hagstofu Íslands, sem sagt gögn úr þjóðskrá, staðgreiðsluskrá, menntunarskrá og skólaskrá. Og þetta ekki svona úrtakshefðbundin rannsóknin eins og oft þannig að við erum búum að því að vera með upplýsingar öll þau sem voru á aldrinum 16-24 ára í íslensku samfélagi árunum 2014-2020 í þessari rannsókn. Og þar af leiðandi mikið af svona
svo gott sem öll tölfræðin mjög lýsandi og það líka endurspeglar að það hefur ekki verið til neitt sérstaklega mikil þekking þennan hóp áður. Þannig að, já. En ef við lítum bara aðeins á umfang NEET-hópsins á þessum árum, bara óháð uppruna, bara fyrir 2014-2020, þá sjáum við að einhverjar sveiflur. En já, byrjar þarna í 9,5% árið 2014 og síðan minnkar umfangi aðeins yfir tímabili og síðan undir lokin þá erum við komin aftur upp í 9,5% árið 2020. Hér sjáum við ef við skoðum þessa dreifingu betur, sér fyrir þau sem eru með engan erlendan bakgrunn og svo hafa allir undirflokkarnir af þeim sem eru með einhvers konar erlendan bakgrunn verið, það hefur verið lagt saman. Þá sjáum við strax bara ef maður lítur bara fljótt yfir myndina að það eitthvað mjög ólíkt í gangi. Og við sjáum til dæmis, við bara hugsum 2014 að þá erum við hjá þeim sem eru með engan erlendan bakgrunn að horfa á 9%, samanborið við 14,3%. Svo aftur dregst svona aðeins saman og svo aftur upp, svona ulaga þróun. Og það sem áhugavert líka á þessari mynd að sjá að þróunin útrúlega svipuð en bara miklu hærri gildi fyrir þau sem eru með erlendan bakgrunn. Og ef við skoðum nákvæmlega sömu þætti eftir kyni og uppruna, þá sjáum við að erlendir karlar, eða sem sagt karlar með erlendan bakgrunn, erlendan uppruna, þeir standa verst nær allt tímabilið og síðan þar á eftir koma konur með erlendan bakgrunn og síðan innlendir karlar og svo einfæddar konur, sem eru í mjög miklu samræmi við bæði fyrir rannsóknir og einmitt það sem kemur fram á fyrri myndinni. En það sem kannski sérstaklega áhugavert við þetta að ef við skoðum NEET-breytan, hún búin til með því að leggja saman atvinnustöðu og menntarstöðu eða hvort maður sé skráður í nám eða ekki. Þannig ef við skoðum það sem liggur á baki, þá dreifingin mjög athyglisverð. Af því ef við horfum til dæmis hér á þátttöku í námi, þá sjáum við að karlmenn með erlendan bakgrunn, þeir eru með minnstu þátttökuna. Síðan þar á eftir koma innlendir karlar og síðan konur með erlendan bakgrunn þar á eftir, þannig að þáttaka kvenna með erlendan bakgrunn meiri heldur en þáttaka innlendra karla. Og sama skapi ef við skoðum atvinnuþátttökuna, þá sjáum við bara sömu þróun. Þannig að mjög athyglisvert að þetta skuli ekki skila sér, þessi ríka atvinnuþátttaka og háa menntunarhlutfall kvenna með erlendan bakgrunn skuli ekki skila sér ef við skoðum aftur þessa mynd að þær standa samt verr heldur en innlendir karlar. En ef við höldum áfram, þá líka dálítið mikilvægt að líta ekki á öll þau sem eru með erlendan upprunn eins og þau séu einhvers konar einsleitur hópur og gildi einhver almenn lögmál þau af því þau eru öll með erlendan bakgrunn, því að þetta rosalega fjölbreyttur hópur og það sést mjög skýrt þegar við skoðum þetta eftir aðeins ítarlegri upprunaskilgreiningum. Þá sjáum við að þau sem eru með engan erlendan bakgrunn, þetta fyrir 2020 stærð NEET-hópsins, þá eru 8,8% í NEET-hópnum. Þau sem eru fædd á Íslandi með erlendan bakgrunn eru 11,4% og svo af þeim sem eru fædd erlendis með annað erlend foreldri, þar hlutfallið 18,4%, sem svona töluvert hærra en maður hefði haldið með við bara fyrir rannsóknir og annað. Og síðan innflytjendur sem eru mælast 12,2%. Ef ég held aðeins áfram þá líka mjög athyglisvert að skoða
svona fjölskyldustöðu eða fjölskyldugerð og hvaða áhrif hvað slíkur bakgrunnur hefur mikið að segja. Og hér gengið út frá skilgreiningu á börnum út frá því að þau búi en á heimili foreldris. Og mjög athyglisvert að sjá að, og bara blasir við að myndinni, að það að búa hjá einstæðu foreldri veldur því að fólk virðist vera töluvert útsettara gagnvart því að lenda í nýtóknum, samanborið við börn sem búa hjá foreldrum í sambúð eða hjónabandi. Það sem enn fremur athyglisvert við þetta líka að sjá að áhrifin einhvern veginn miklu dramatískari fyrir þau sem með erlendan bakgrunn. Þannig sjáum við til dæmis að börn hjá einstæðu foreldri sem með erlendan bakgrunn þá eru að tala 14,6%. En samanskapi hlutfallið líka hátt hjá þeim sem með engan erlendan bakgrunn. En einmitt athyglisvert að sjá að það virðist veita mikla vernd gagnvart því að lenda í nýtóknum að búa hjá foreldrum í sambúð. Og svo ef við skoðum þetta fyrir stöðu fullorðinna, þá sjáum við svolítið sömu þróunarlínur, en það sem kannski náttúrulega ólíkt að það eru fleiri skilgreiningar á fjölskyldugerð. Að við sjáum þá að þau sem eru einhleyp og þá eru þau náttúrulega líka í þessari skilgreiningu barnlaus, það virðist vera ákveðin vernd að vera barnlaus. En það hlutfallin þar bæði hjá þeim sem eru með engan erlendan uppruna og erlendan uppruna betri heldur en þú ert komið með barn. Og einstæðir foreldrar, þar staðan alveg svakalega slæm. Fyrir þau sem eru með engan erlendan uppruna þá eru það 33% einstæðra foreldra og síðan 42,7% hjá þeim sem eru með erlendan uppruna. Og síðan sjáum við að foreldrar í sambúð eða hjónabandi, að þá strax komin inn svona einhvers konar samlegar áhrif af því að búa fleiri en eitt fullorðin saman. Svona áður en ég fer að ræða helstu takmarkanirnar, þá kannski bara nefna að hér hef ég bara stiklað á mjög stóru en niðurstöðurnar sýna í heild sinni dálítið bara að það eru ákveðnir bakgrunnsþættir sem að það þá, þú veist, kyn, aldur, menntunarstig og félags- og efnahagsleg staða foreldra og fjölskyldugerð, eins og ég hef farið dálítið yfir hér, sem hafa mikið forspárgildi virkni ungmenna og rauninni hvort þau tilheyra nýtóknum eða ekki. En ég hvet ykkur öll til að lesa skýrsluna í heild sinni því þar farið mjög ítarlega í alla þessa helstu flokka. En það eru svona ákveðnar takmarkanir sem að gætu verið í þessari rannsókn, og það svona snýr kannski sérstaklega að mögulegu ofmati á nýtóknum, og það rauninni bara dálítið áhugavert að tilraunagögn og svona frumniðurstöður sem hafa komið fram hér á landi hafa ýmist verið að sýna aðeins lægri tölur, en það sem getur verið til dæmis að valda því að til dæmis þau sem eru með erlend ríkisfang, sem sagt þau sem eru skilgreind í þessu sem innflytjendur, ef að þau flytja úr landi og skrá sig ekki sérstaklega úr landi, þá getur þau til dæmis áfram verið skráð sem nýt ungmenni, jafnvel þó að þau séu starfandi í öðru landi. Og samaskapi þá ná gögnin náttúrulega ekki yfir svarta atvinnu og þannig að það gæti verið að einhver hópur sé í rauninni ekki nýt ungmenni samkvæmt þessar skilgreiningu sem við viljum ganga út frá. En að sama skapi kannski gott líka nefna að þetta niðurstöðurnar hér í miklu samræmi við þá þekkingu sem liggur fyrir víða annars staðar. Annað sem kannski bara svona til að draga þetta allt saman að í heild sinni þá eru ákveðnir svona bakgrunnsþættir eða áhættuþættir sem að snúa svona félagsefnahagslegum bakgrunni fólks sem að geta auki líkurnar á því að fólk lendi í nýtóknum, en áhrifin eru töluvert dramatískari fyrir þau sem með erlendan bakgrunn. Þannig að það svona í heild sinni. En ef við förum aðeins yfir í rýnihópsviðtalið, því að pælingin í okkur var dálítið líka að væri mikilvægt einhvern veginn að botna tölfræðina og svona að heyra
bara beinar upplifanir og reynslu fólk sem hefur reynslu að vera í nýtópnum og þessi skýrsla byggir á frásögnum 5 ungra innflytjendakvenna og upprunalega ástæðan fyrir að við völdum að skoða sérstaklega ungar innflytjendakonur var að fyrri rannsóknir á sviðinu bentu það voru mikla vísbendingar það að þetta væri líklega hópurinn sem stæði mjög illa sem hann vissulega gerir en allavega sem sagt markmiðið þá að veita innsýn inn í upplifanir og reynslu kvennanna og sérstaklega að varpa ljósi á upplifanir þeirra af þeim hindrunum sem þær mæta í íslensku samfélagi og ég ætla í rauninni bara aðeins að koma með nokkra tilvitnanir beint úr þessu viðtölum og við sjáum hér niðurstöðurnar í rauninni þær að konurnar búa við margþættar hindranir í íslensku samfélagi og það er í rauninni hægt að lýsa sem einhvers konar kerfisbundinni aðgangsstýringu og útilokun úr íslensku samfélagi sem hvílir einna helst á 2 tegundum hindrana. Þannig að það sem spratt fram í viðtölunum var stofnanabundnar hindranir og samfélagslegar hindranir og ég mun fara aðeins betur í það hérna síðar. En það eru mjög fjölþættar birtingarmyndir af þessum hindrunum. Það bara ýmist á vinnumarkaði, í menntakerfinu og svo bara aðgengi að öðrum gæðum samfélagsins. Og rauður þráður í þessum frásögnum var og bara mjög augljóst að krafan íslensku kunnáttu, krafa Íslendinga íslensku kunnáttu þessara kvenna hvílir mjög þungt á þeim. Og að sama skapi þá virðast fjárhagslegar hindranir einnig hafa töluverð áhrif á konurnar. En ef við byrjum bara aðeins að ræða samfélagslegu hindranirnar, þá eru þetta svona hindranir sem að snúa að viðhorfum og viðmóti Íslendinga í garð útlendinga og þetta er eitthvað sem konurnar upplifðu bara mjög niðurlægjandi og útilokandi. Og hér er ein til dæmis frásögn sem að nær dálítið vel utan þetta og hún segir: Í þetta sinn var þetta dálítið ólík upplifun vegna þess að það var mikið af íslensku fólki að ferðast, sérstaklega austur á land. Það var ekki mikið af erlendum túristum og jafnvel þó þar að segja íslenska ferðafólki, væri oftast vön því, sérstaklega á Austurlandi, að starfsfólki sé alltaf erlendum uppruna, þannig að þau tala ekki íslensku. Þá lenti ég því miður í aðstæðum þar sem ég var sagt: Þú átt ekki að vera hérna því þú talar ekki íslensku. Og þú vildi bara tala við einhvern sem tala íslensku. Það var öskrað á mig og hlegið að mér. Annað svona dæmi viðmót Íslendinga er þessi tilvitnun. Ég vildi óska þess að það væri kannski meira þakklæti því útlendingar koma raunverulega hingað og sinna þessum störfum sem þau Íslendingarnir vilja hvort sem ekki sinna og síðan eru þau uppfull af einhverju þjóðernishyggju og horfa niður á okkur. Og síðan, bara til þess að taka þetta saman líka þá snýr þetta alltaf einhverju svona viðmóti Íslendinga og þær svona lýstu allar upplifunum af því til þess að hafa verið að vinna í einhvers konar þjónustustarfi þar sem að þeir mættu bara töluverðum dónaskap og það er eiginlega, Allavega, ef við færum okkur yfir stofnanabundnu hindranirnar, þá snúa þær að svona helst að aðgangsstýringu af þjónustu og öðrum gæðum og hindrunum á atvinnumarkaði og í menntakerfi. Og við tökum bara gott dæmi hér sem snýr að þessum gæðum sem að fólk, þau sem eru innfædd kannski ganga oft út frá, en hún segir hér: Árið 2018 var mér lofað að komast í meðferð í lækningaskyni sem þau vildu mjög mikið að ég færi í. Þau sögðu: Þú veist, það er 1,5 árs bið en þú ert að fara í þetta, þú ert á biðlista til að komast inn. Og sérfræðingurinn minn var alveg: Já, þú þarft bara að tóra þangað til. Og síðan þegar þetta 1,5 ár var liðið þá sögðu þau: Við getum ekki boðið þessa meðferð því við erum ekki með hana á ensku og íslenskan þín er ekki fullnægjandi. Sjáum bara strax hér þetta endurspeglar þetta sem ég nefndi áðan með þessa kröfu íslensku kunnáttu. Og hún er líka rauður þráður bæði í þessum samfélagslegu hindrunum og stofnanabundnu. Og aftur hér sagði önnur: Aðgangur að öllu hér sem venjulega ætti að vera aðgengilegt fyrir alla, en það er það augljóslega ekki ef þú ert ekki, af íslenskum uppruna eða ef þú hefur ekki verið nægilega lengi til að þekkja tungumálið eða fólki.
Því oft það þannig að út með réttu tengingarnar eða hefur eitthvað sem tilbúin að hjálpa þér, þá getur þið farnast vel. En því miður þá mikið af fólki þegar það byrjar hér, sem þarf að byrja alveg frá grunni og þau þurfa bara að finna út úr öllu sjálf og þau fá bara ekki nægilega mikla hjálp til að hálfpartinn komast á þann stað að þau njóti sömu lífsskilyrða og íslenskir ríkisborgarar. Og hér sjáum við góða tilvitnun sem endurspeglar þessar hindranir á atvinnumarkaði. Hún segir hér, ég var atvinnulaus og meðan þeim tíma stóð áttaði ég mig á því að þú vilt vera í vinnu hér á Íslandi og þig langar ekki að vinna í túristabransanum aftur og þú talar ekki íslensku, þá það raunverulega ómögulegt. Ég vildi ekki vinna í þessum geira lengur því ég var að hugsa, ég ætla að búa hérna á Íslandi. Þá vil ég bara vera í vinnu sem tengist menntuninu minni og ég er með háskólagráðu, ég hef reynslu, ég vil bara finna starf sem tengist reynslunni og menntuninni sem ég hef. Og það líka dálítið athyglisvert að sjá hér til þess að hindranirnar á atvinnumarkaði tengjast síðan aftur, þetta allt í samspili við hvort annað því að síðan sjáum við líka þegar við horfum á menntakerfið eins og hér. Kannski áður en ég segi frá þessari tilvitnun þá gott dæmi að út frá þessum reynslum sem þær voru að lýsa þá var til dæmis einn sem sagði frá því að hann langaði að fara í framhaldsnám talar við námsráðgjafa og ráðlagt að fara í 3 ára nám í íslensku sem annað tungumál og þá mögulega geti íslenskan verið orðið nógu góð til þess að það gangi fyrir hana. Þannig að augljóslega eru svona letjandi þættir sem að hafa þarna mikil áhrif og hér líka gott dæmi þetta bara bæði mitt hindranir í menntakerfi en aftur kannski þessi tilvitnir mitt botnar þetta alltaf saman bæði þetta viðmót í svona samfélagslegu hindranir sem tengjast viðmóti Íslendinga og síðan hvernig það stofnunarbundi. Hún sagði, ég finn bara fyrir mjög miklum skorti á stuðningi og fólk verður jafnvel reitt að þú biðjir yfir höfuð einhvers konar stuðning. Þú veist, þau segja, það er þín ákvörðun að koma hingað í þetta land, þannig að þú ættir að bera ábyrgð á sjálfri þér og við munum ekki styðja þig með neinum hætti. Þú þarft bara að gera þetta sjálf. Svona cirka búin að nefna allt hér sem ég ætla að segja en kannski eitt mikilvægasta atriði er líka að nefna aftur að þetta eru svona samverkandi þættir. Þetta eru báðar tegundir hindrana verka einhvern veginn saman og veldur því að þessar konur upplifa að þær séu útilokaðar úr íslensku samfélagi. En annars bara segi ég takk og hlakka til að svara spurningum.